Gunnar mætir hérna á þeim gamla heimavöll og tapar svona á svona súran hátt. Bara hvernig er tilfinningin eftir leik? Já, eins og segir, þetta er súrt. Gaman að koma aftur, virkilega. Átti mjög góða stundir hérna og hérna, já, bara gaman að sjá fólki og leikmenni sem voru með mér hérna fyrra og hitti fyrra og hérna, en þetta var náttúrulega ekki mikið fótboltaleikur sem að spila hérna. Það er bara svo það var, þú veist, þetta bara var þannig leikur einhvern veginn, náttúrulega mjög blautur völlur, mjög laus í sér og erfitt einhvern að fóta sig inn á vellinum og enda sást það. Ég veit ekki hvað voru margar sendingar sem að rötuðu á menn hvort í okkur eða þeim sko, en nei, þú veist, þeir bara, þetta datt með þeim einhvern í dag bara og það er bara svo það er. Talar völlin, maður sá að það hafði sett alveg sinn svipa leikinn, menn voru að renna á rassinn og missa boltan út og senda hann út og markmenn sérstaklega voru, Óli rann hennan og Gí. Já. Bara, hversu mikil áhrif hafði það bara á leik þinna manna og náttúrulega... Og þeir eru bara, þú sér það sjálfur, þú ert í stúkunni sjálfur, þú sást það, þetta var ekki mikið gæði hana, alls ekki, þetta var bara einhverjum reyna að halda boltanum inn og ekki renna, basically sko. Það var nú svolítið þannig og hérna, en eini, bara þú veist, þetta hefði getað enda báðum megin og út allt og ekkert mark og 5 mörk og þetta getað bara algjört kaos einhvern veginn fannst mér og hérna ekki mikið fótbolti eða gæði eða það sem við erum búin að vera að gera svona síðustu vikur í, ég sagði það. Þannig að það var bara ekki hægt að fara í það á þessu velli, við þurftum bara að fara í einhvern annan leik sem var svona fótbolt sem kannski við viljum ekki standa fyrir en við þurftum að gera það bara og jú, það bara var eins og það er, þeir tökum sér 3 stig hérna alveg í blá lokin og jú, þetta er líka getað enda hinum enn okkur og við getum 3 stig í lokin en þetta er bara eins og það er bara svona og það er bara áframgak. Þú veist, talar svona þið þurftu aðeins að svona laga ykkar leik og aðlaga ykkar leik kannski að þessum aðstöðum, aðlaga. En það, varstu óánægður hversu fljótt þitt lið fór í að liggja niðri og það er að segja að fara djúpt í einhverja lágblokk frekar en kannski að halda pressuna aðeins áfram eða hvernig segir þetta, loka mínúturnar þar að segja? Já, loka mínúturnar, við vorum þreyttir bara. Það er bara þannig, við gerðum skiptingar og við vorum að reyna á fullu og hérna þetta er náttúrulega 4. leikurinn okkar á 2 vikur sko. 4. leikurinn okkar á 4 dögum sko. Við áttum hérna fengur sett leika móti ÍR hérna í millitíðinni þar sem þannig að við erum búin að spila núna 4 leiki á 14 dögum þannig að það sást hérna í lokin að við vorum orðnir þreyttir og það kannski var til þess að við kannski náðum ekki alveg að klára þetta síðast hérna en þú veist, eins og ég tek ekkert af því sem að leikmennir mínir gerðu hérna í dag, þeir börðu þess að ljón, þeir gerðu bara þess að þeir þurftu að gera margir út að fara út fyrir þægindarammann og fara í þessu fótbolti en þeir eru vanir og mér er bara mjög stoltur af því, ánægð með það út af því að það er alveg því í þessari deild að þá er bara sumir leiki fari svona og þá þarftu bara að díla þetta, það er bara fótbolti og fótbolti er alls konar og þetta er ekki bara hákafótboltinn alltaf, þetta er bara alls konar fótbolti og við þurfum bara að díla við það og gera vel og eins vel og við getum, við fannst við reyna að díla við það eins vel og við gátum í dag og jú, maður vil vinna þetta leiki og þess vegna er maður í þessu en bara þetta ætti ekki með okkur í dag. Fannst þetta að vera verðskuldað? Já, bara ég sé þetta geta enda bara báða megin sko, bara sjálf og sér, þú veist, það var ekkert eitthvað brjála mikið að opnum færum eða neitt svoleið sko, þú veist, við fáum rétt í lokin, þeir fáum rétt í lokin og svo, þú veist, þetta var bara einhvern fram og tilbaka og þetta var ekki falleg fótbolti en þetta er bara, það er að díla við þetta svona og þetta er bara eins og það er. Talar aðstoðar og allt það var auðvitað líka svona, maður sá kannski sérstaklega eftir að fór uppspjöld á bekkinn af þeim að það fór mikil einbeiting hjá báðum liðum og bara teiminu og stúkunni í þriðalið og það átti eftir að hafa áhrif fannst manni á leikinn, það einhvern veginn svona leikurinn fór upp í eitthvað uppnámatna miðbik seinna hálfleiks og svo var eitthvað lætið en eftirleik, veistu hvað gerist þar? Nei, ég sé þetta, ég er bara hérna að þakka fyrir mig hérna út í hliðalínu og það er einhver sem detta, ég segi að Tumi dettur og það er einhver aðri sem detta hana og ég held einhver fá 2-3 rauð hana og þetta er bara leiðilegt, bara ég segi alveg svo að það þurfa að leggja fókus á eitthvað svona atriði, þú veist, þetta er kannski erfið leikur á dæmi eins og segja áðan, þú veist, völlurinn er laus í sér, sendinga er ekki nægilega, kannski on point, ekki nægilega góð touch með boltan, en þeir eru stanslaust, allir leikmenn eru í þessu, hérna, hvað hefur þú segja, svona, í þessu fætingu yfir bolta og fleira, þannig að ég held að bara mynda þess mikill pirringur út af náttúrulega erfiðu vallaraðstæðum skilurðu og svo þetta endur á því að þetta, hérna, og þeir ná að klára þetta einhvern í lokin og auðvitað eru menn kannski ekki alveg sátt við það og einhver pirringur sem bara myndist alla leikinn verður kannski til þess að það fara einhver ljótir hlutir í gang hann í lokin sem ég bara sá ekki og get ekki tjá mig Og lokum það bara næsta verkefni ykkar er að fara á Húsavík að mæta Völsungi, bara auðvitað unnu í dag, mútið Grindavík, bara hvernig meturðu núna
þann leik og bara framhaldi núna. Þetta spennandi loka leikir framöndan. Já, bara við erum bara í hörku baráttu og það bara þessi deild náttúrulega bara svona, allir geta unnið alla og hérna við erum búin að vera flottur önni, við erum búin að virkilega ánægð með strákana mína og hérna spila frábæra fótbolta, mjög jákvæða fótbolta sem að svona við í HK viljum standa fyrir og aðdáendur líka vilja horfa á þetta og hérna þannig að þetta bara eins og bara næsti leikur og það með Húsavík en það náttúrulega næstu 2 vikur það hjá okkur þannig að þeir strákarnir mínir, ég er búinn að gefa þeim 5 daga frí í næstu viku og þeir eiga það skilið, búinn að vinna virkilega fyrir þessu og svo bara eftir það þá hérna bara einmitt næsti leikur, fókus á hérna Húsavík og fara þangað til þess að ná í 3 stig. Það er það sem við viljum gera. Gangi vel í því. Takk fyrir.